Mhm. Yes. Yeah. Yeah, notifying everybody that we are going live. Mm. Oh, Pystytään longi. Grace, hey, grace, grace. this is the day he forgave all mankind. Yeah. This is the most important day Yeah. when Jesus, when God went on the cross and to save you, and he took the law away, and Yes. he showed you that you're always under his grace. Amen. Amen. And you have always been under his grace, and man has always been putting law over himself. Mm. That's why Moses came with the law from the mountain, and because the people were asking for the law. They wanted to have law and things over them. Yeah. Because people always want to follow some rules. And it's like we don't, it's like we cannot focus on being good to each other, and it's just like we always have to have some law to do everything. Yeah. It's like in the parliament, they are always when they are changing something, they hire some new people to uh, make make a group of people, new group, hire new group to go over the things that they already made a group to do these things. So now there are like 50 to 100 groups over the one group who was supposed to take care of that. Yeah. Like the chief of police here in Iceland, he he was supposed to do a job, and he hired some woman friend of hers, and to do some job here in Iceland, and she just write down some hours that she was working for the chief of police, and but she was not working. But that's one scandal here in Iceland. That's just the man always doing something to, and she paid her over 1 million euros, over $1 million for this, Yeah. for doing nothing. Yeah. True. And that's it was. Yeah. That's man, man always doing something. And that was the job that the chief of police was supposed to do. Yeah. But she found a way to let somebody get a job to do something that she was supposed to do. Yeah.
That's the man. Always the man. Man always doing something. Man is always corrupted and doing bad things. And that's why Jesus tells us there is no good man. And watch out for the man. And that's why watch out when you read in the scripture, and God will show you what man has done and what is pure from God. And that's in the scriptures. You can see it in the scriptures when man is trying to put something in the scriptures. And that's what we do here in Grace Church Daily Prayer. We try to point you out that man had changed a lot here in the scriptures. And that's why you read all the Bibles and you read them, and there are different spellings, and there are some scriptures. There was 151 of what they took that scripture out. What was it? 151 or in what was it? They took it out. You can check that out. They took that out of the Bible. That's one thing. They took it out of the Bible. The year 151. No. It's a scripture. I'm a little bit empty in the head now. I forgot in what scripture it was. I think it was chapter 151. What scripture just ask God TP, what scripture did they take out of what Scripture. verse, what verse did they take out of the scripture? Sometimes it's good to use like GATTP, because GATTP is like not involved in God, and the good thing about when you ask GATTP about the Father, the Son, and the Holy Spirit, and you ask GATTP, who is Jesus Christ? And GATTP is built on an IQ, and GATTP answers this question for you. And when you ask GATTP, this is an IQ, then he answers you, Jesus Christ is God. And so you see, don't listen to man, and this is a computer you're asking. And the computer says to you, Jesus Christ is God in the flesh and walking the earth. Several verses were taken out. Matthew 17, 21, 18. Yeah. Read this. There are a lot of verses. Wait a minute. We are gonna go a little bit. My wife is gonna read for you a little bit of verses here, who's been taken out of the Bible. Yeah. So listen to this. Okay. See, go here and read for them. So they are gonna get this. Okay.
Now Okay. you're gonna get a little Bible lesson. Yeah. Okay. Hercules is Hi from Finland. from Finland. Já, hæ Gylfi Þór. Blessaði vinur. Okay. Siggi Smári, blessaði. Núna fáið þið smá hérna, strákar hérna, smá hérna, biblíu hérna. Já, var ekki að segja hi from Finland. Ég held að var að segja Já, við from hérna. Finland. Siggi, hérna, Siggi Frandi og Gylfi hérna. Núna Já, fáið hæ. þið smá hérna, biblíu hérna, kennslu. Hérna, hvað þeir eru búin að breyta biblíunni hérna Já. í gegnum tíðina og núna fáið það bara beint í að hérna og hér eru fullt af versum sem búið að taka út úr biblíunni. Já, Já. okay. She's gonna read this in English. Several verses often noted as missing in modern version frequently found in King James included specific phrases in Matthew verse 17, 21, 18, 11, 23, 14 or Mark 7, 16, 9, 44 and 46, 11, 26 and chapter 15 verse 28, Luke chapter 17 verse 36, John chapter 5 verse 4, Acts chapter 8 verse 37, chapter 15 verse 34, chapter 24 verse 7, chapter 28 verse 29, Romans chapter 16 verse 24 and 1 John chapter 5 7 to 8 og já, og ég segi þetta á íslensku og svo hérna Já. hér nokkuð dæmi vers sem oft færðið að sleppt Matthew 17, 21 en þetta kyn verður eigi út rekin með bæn og föstu vantar í elstu handrit Já. og Matthews 18, 11 því að mannssonurinn kominn til að frelsa hið týnda og Póstulasagan 8:37 versi þar sem hirðmaðurinn játar trú sína áður en hann skírður. Áður en hann skírður. Já. Og síðan hérna 1. Jóhannesarbréf 5. kafli vers 7-8 texti sem fjallar heilaga þrenningu kallað Comma Johanneum á latnesku sem fræðimenn telja að hafi verið bætt við síðar. Já. Og svo eru önnur vers sem voru líka tekin. Já. Can you show me what more verses they took away from the Bible? Tekin út úr Biblíunni. There are more verses because there's a lot been taken out. Ok, vá, það er helling. Matteus 23:14 já. Vei yður, fræðimenn og farisear hræstnarar, þér etið upp hús ekna og flytið langar bænir og yfirskinni þér munuð fá því þyngri dóm. Markus 7:16 Sá sem eyru hefur að heyra hann heyri. Markus 9:44 og 9:46 Þar sem ormur þeirra deyr ekki og eldur slokknar ekki. Þessi vers eru samhljóða versi 48 en vantar í mörgum handritum í þessum tveimur liðum. Markus 11:26 En ef þið fyrirgefið ekki mun faðir yðar sem á himnum ekki heldur fyrirgefa yðar afbrot. Markus 15:28 Þá rættist ritningi sem segir með illvirkjum var hann talinn. Lúkas 17:36 Tveir munu vera á akri, annar mun tekin verða en hinn eftir skilin. Jóhannes 5:4 Textin sem útskýrir að engill hafi farið niður í laugina og í Betesa
Betesda og hrært vatnið, Póstulasagan og bréfin, Póstulasagan 15. kapli 34, en Sílasi þóknaðist að dvelja þar áfram, Póstulasagan 24:7, versi sem lýsir því þegar Lísías hersveitarforingi tók Pál með valdi, Póstulasagan 28:29, hann hafði þetta mælt fóru gyðinga burt og áttu í miklum deilum sín á milli, Rómverjabréfið 16:24, náð Drottinn vors Jesú Krist sé með yður öllum, amen. Stærri textablokkir, Markus 16:9-20, síðustu versin í Markus og Guðspjalli, hinn lengri endir. Jóhannes 7:50. Hinn lengri endir. Það vantar lengri endan á Markus, þarna það lengri endi. Og hér það búið að taka hann út og hér er bara verið að stikla og stóru svona á hlutunum sem við erum að lesa hérna. Við getum auðvitað farið í það að lesa þessu vers en það er mikið að lesa þá en ég muss að halda það fram. Já, bara og Jóhannes 7:53 og 8:11 sagan konuna sem staðin var að hórdómi. Og hvað ég fótt ensku líka? Svo kemur hérna, King James, hver eru reiður yfir þessu? Þeir sem nota eingöngu King James version, King James, og það notum við King James svolítið hérna, við notum alltaf King James biblíuna og það er því að það er talað nú til okkar hér sem erum að boða trúna að við séum orðnir eitthvað kúlt því að við erum með eldri biblíuna og það er búið að breyta mikið King James og hér stendur hérna, Valey, viltu? Ég að koma, ég var bara... Já, hér stendur. Hvað séru? Lestu þetta. Hérna. Hvað? Hérna. Af hverju eru sumir reiðir yfir þessu? Af hverju eru sumir reiðir yfir þessu? Já, ok. Þeir sem nota eingöngu King James version eða eldri íslenska þýðingar telja stundum að verið sé að minnka boðskapinn. Hins vegar benda flestir nútíma biblíufræðingar á að þessi vers hafi líklega verið spássíugreinar sem skrifaðar á miðöldum bættu óvart inn í megintextann. Já. Já, hér eru þeir mennirnir að ljúga að ykkur. Fræðimenn að ljúga ykkur. Já. Hér er maðurinn að ljúga og er að taka úr biblíunni og eins og er tekið fram í biblíunni að það má ekki taka úr biblíunni. Nei. Alveg eins og Luther gerði að hann tók úr biblíunni og það mátti ekki gera og þar af leiðandi þá lét hann og sagði það að dómaríkbækurnar væru ekki innblásnar af Guði og skrifaði það sem afrókrýfubækur hjá sér og þegar að maður fer og ég auðvitað lærður guðfræðingur að þegar ég fer og spyr hvort sem ég sé að spyrja Luther lærða evangelist pastora og Luther og ég sé að spyrja í Philadelphíu eða ég sé að spyrja í frelsískirkjunum eins og Baptist Church og ég nú lærður Baptist
pastor og ég er lærður evangelist pastor og ég er lærður grace pastor og þegar hún spyr þetta fólk og spyr út í apókrýfurítin sem eru í Lúther-biblíunni en Dóminik-bækurnar eru í eldri biblíum hjá katólíkum og en í